Já, velkomin í Kalda pottinn. Ég heiti Mummi og stýri þessu þáttum og þetta eru hugsaðir þættir allt og ekkert, lífið og tilveruna, bara eins og það leggst, hittum áhugavert fólk. Hér hjá mér staddur Gísli Kár Björnsson, velkomin. Takk hérlega. Gott að sjá þig. Já, sömuleiðis. Hvernig líður með það að vera fyrsti gesturinn í fyrsta þætti? Þú veist, I'm honored, ég verð að segja það. Þið líður vel með það? Já, mér finnst ég líka svolítið skilja því ég verið náttúrulega búin að þekkjast í svona mörg ár og eru sko þetta góðir vinir. Mér finnst ég bara pínlítið búin að earn it. Já, þú ert búin að vinna þetta. Ef ég set það til þér, þá er ég bara mjög þakklátur. Já, gott að heyra. Gaman að vera hérna. Alltaf gaman að koma hérna á Vinnuborg. Gömluborg. Gömluborg. Gamla borg. Já, þetta heitir Gamla borg. En þátturinn heitir sem sagt Kaldi potturinn. Já. Þú veist hvernig það er að fara í kaldan pott, maður tekur svolítið andköf. Já, já. Og svo er þetta líka cool, kaldi sandurinn. Jú, akkurat. Þátturinn átti að heita á sviðinu heima og svo... Það er svolítið Helgi Björns. Já, það er svolítið hérna, þú veist, þarna í COVID-inu. Nákvæmlega. Ég ætla að byrja á einu, Gísli, sem er mjög mikilvægt. Þetta er semst jesúlaði, lífsins elixír. Já, þú sagði mér það. Og takk fyrir að koma. Já, takk. Ég hef aldrei smakað það áður. Nei, segðu hvað þið finnst. Ég fyllist af andans gift. Er það ekki? Jú. Finnirðu Jesú komið í hjartað? Hann er alltaf í hjartanu, sko. Ég er trúaður maður og kristinn. Ok. En ég held ég sé samt svona svolítið eins og ég er að horfa svolítið á... Ég er rosa gaman að horfa á svona þætti eins og Vikings og Last Kingdom og svona þessa þætti baráttu víkinga við, þú veist, þegar þeir eru að expanda sinn heim. Hvernig þeir sko voru allir heiðnir en gældu alltaf við kristni. Svona, þeir voru alltaf svona sikku aðeins, svona hoppandi á milli. Sumir voru hardcore heiðingjar, aðrir voru hardcore kristnir. Þú veist. Svo skiptist í fylkingar. Skiptið í fylkingar. En sumir voru alltaf svona einhvern veginn flakkandi á milli og svolítið svona seldu trúna sinni eftir hvað þeir voru. Já, nákvæmlega. Mér finnst það svolítið fyndið, það var svolítið svona, ég held að þetta sé sterkt í Íslendingum ennþá. Að vera svona beggja blands. Við segjum ennþá í veðurfréttum, ég vona að Guðirnir verði okkur hliðhóllir með veðrið. Já, Guðirnir. Og það er alveg rétt sko. Og ég man eftir, þú mást verður til Dave Allen show í gamla daga sem var nú alltaf á RÚV. Þegar RÚV var bara með einokona stöðuna hér sko. Og ein ráð, það vantaði puttan, ég man það alltaf. Það vantaði puttan á hann. Það vantaði puttan á hann, já. Hann sagði alltaf í lokin, may your God go with you. Góður, virðingi því. Já, fyrir kaþólika sko. Já. En svona að upprönnum, hver er Gísli? Hvaðan kemur það? Hver er hann? Hvaðan kom hann? Hvert er hann að fara? Allt þetta? Já. Sko Gísli er Reykvíkingur, fæddur í Reykjavík og alinn upp í Laugarnesinu. Og fyrir mig sko, ég tel mig Laugarnesing að því marki að sko, fyrir mig að koma heim í Laugarnesi eða svona svipað eins og fyrir Skagfirðing að koma heim í Skagafjörð eða Ísfirðing að fara heim til Ísafjarðar eða skilur. Í alvöru, bara hverfið? Já, bara þegar ég keyri inn í Laugarnesið, þá er ég bara heima. Þá finn ég bara, ég man sko, þó að hverfið hafi breyst aðeins síðan ég bjó þar, þá man ég svona hverja þúfu, ég man hvern stokk, ég man hvern kantstein, ég man hvern malbikaðan fermeter, þú veist. Þetta er þá í Laugarnes og Lækjarskóla? Ég var í Laugarnesskóla. Já. Svo sendi mamma mig í æfingadeildina en svo hún vissum að ég myndi ekki ná samræmduprófinu ef ég færi í Lækjarskóla með vinum mínum. Já, það var rétt fyrir sér með það. Já, ég útskrifaðist aldrei úr Lækjarskóla en ég útskrifaðist úr æfingadeildinu og ég náði samræmduprófunum. Já. En kannski hefði ég náð þeim líka í Lækjarskóla. En það var líka mjög gaman sko, þar kynntist ég og eignaðist marga vini sem eru ennþá vinir minni í dag og ég og vini bara frá báðum vígstöðum sko. Nú er ég líka nokkurn veginn úr Laugarnesinu. Já, þú ert þarna Klessveginum. Já, ég er 10 árum á undan þér sko og þegar ég krakki í Laugarnesinu þá var það svolítið eins og Breiðholtið. Já, já.
það voru gengjastríð og einhver sem bjó hinum yfir götuna var ekki vinsæll af því að hann var röngum yfir götuna. Já. Þannig að Ég held að þetta hafi verið breytt, þannig að við vorum frekar þéttur hópur, sko. Svona nokkrir árgangar saman í báðar áttir, bæði eldri og yngri, sem að héldum svolítið vel hópinn og þekkjast vel í dag ennþá, sko. Já, gaman að því. Já. Og hvað, allar götur síðan, Laugarnesið, hvað? Nei. Hvað tók svo við? Tja, það tók hellingu við. Segja. Ég bara eftir sem sagt, grunnskóla og fór í MS. Hvernig gekk það? Hvernig gekk það? Já. Það gekk. Já, en Ertu stúdent? Ertu stúdent? Ég ekki með stúdentspróf. Það er best ég segi það bara svona formulega í fyrsta skipti opinberlega. Ég ekki með stúdentspróf. Ok. En ég kláraði samt háskóla. En ég komst inn í háskólan undanþágu. En það var barátta, sko. En ég fór að lærði smíði og múrverk. Fannst það aldrei neitt sérstaklega gaman. Var aldrei neitt sérstaklega góður í, þannig ég fór í alls konar sölustörf og svo flutti ég til Kaupmannahafnar. Já. Sem var það Kristjaníuferð? Það voru margar Kristjaníuferðir, já. Þetta var svona, get ég sagt, í upphafi. Þetta leit út svona eins og, þetta var eiginlega svona eins konar villuráfandi gæfuför að fara til Kaupmannahafnar á þessu tíma. Og með ekkert plan? Ekkert plan? Ég segi alltaf svolítið eins og Mike Tyson, sko. Þú veist, Mike Tyson var ekki þekktur fyrir að vera svona filosófur eins og Muhammad Ali, en hann átti samt eitt brilljant kvót. Já. Það var þegar hann var spurður út í, þegar hann var að fara að slást við Evander Holyfield, held ég. Holyfield var með sérstakt hornaplan, corner plan. Og Tyson var spurður hvernig hann litist á Holyfield's corner plan. Og þá sagði Tyson, everybody has a plan until they get punched in the face. Og ég held, sko, á þessu tíma var ég ekki með mörg plön, sko. Ég held bara að ég hafi verið bara svona almennt tilbúin til að leyfa ævintýri lífsins svolítið að koma til mín. Hvað varstu gamall þegar þú ferð? Ég er eftir 23-24, eitthvað leiðis. En fram að því, hvað var að gerast? Varstu bara hinum að þessum skólum? Þú átt ekki iðnskóla væntanlega? Ég var í iðnskólanum, MS og iðnskólanum, og svo var ég á samningi trésmíð og múrverki. Og varstu ekki sérlega góður í því? Nei, eins og fram hefur komið. Já, þú veist, ég hafði bara ekki sérstaklega gaman að því. Seinna á lífsleiðinni, sko, eftir Kaupmannahafnarævintýrin og svona, þá var ég reyndar með svona innflutning á múrefnum. Það var með svona litla heildversla á svo félagi mínu sem ég seldi. Og svo fór ég í lögfræði laganám eftir það. En fyrir Kaupmannahafnaárin, sko, ég held að það hafi verið svona bara, ég var bara endalaust djammandi og Jesús minn. Já, Jesús minn, það voru margir sem að Jesúuðu sig og það var ekki til eitt Jesúlaði þá. Nei, það var ekki til. Það var ekkert sjónvarp á hundum. Nei, jú, það var komið þarna var Stöð 2 komin. En ég er náttúrulega alveg upp við það var ekkert sjónvarp á hundum. Og lokaði í júlí. Þannig að þá fór maður bara í sveit og það var helviti gaman. Þú veist, maður er bara gott að því, en svona áður en til Kaupmannahafnar, ég bara, veist það, ég var bara djamminu, sko. Já. Ég bara... Skilgreindi djammið, bara ongoing djamm. Var það eina sem þú tókst alvarlega á þeim tíma var djammið? Já, sko, það var bara eitt í stöðunni. Það var alveg sama hver staðan var. Það var alveg sama hvort það var gaman, eða hvort það var leiðilegt, eða ágætt, eða frábært, eða... Það var ekkert annað að gera heldur en að djamma. Og ég segi það oft, sko, ég er alveg upp í Laugarnesinu og svo frá 18 ára aldrei er ég alveg upp á Glaumbar. Já, ok. Þannig að þar var maður bara orðin svona... En byrju, Glaumbar brann? Nei, það var Glaumbær. Það var Glaumbær. Já, Glaumbar var annað þenni. Já. Frændi minn átti það og ég var líka mikið að vinna í dyravörstöður og vinna á Ömmu Lú og
Berlín sem þá var hétt og Tunglinu. Hann var svona utan í þeim bransa, sögbransanum. Já, mikið sko. Mikil metnaður. Já, ég meina, það alveg hægt að vera metnaðarfullur dyravörður. Það hægt. Svo var ég að vinna á leikskóla á daginn, af því það var ekkert að gera í smíð og múrverki og svona, sem ég fannst reynda mjög gaman sko. Já. En fílaðu það að vinna á leikskóla? Já. Mér fannst það æðislegt. Ég bara var með gítarinn að einhvers staðar og með krökkunum og spiluðum bara, kenndi þeim öll lög, svona dægurlögin þá og gerði það við leikskólalögum sko. Geta pappar ekki grátið og svona með Helga Björns og svona. Nákvæmlega. Og svona, skilur þetta, mér finnst það mjög gaman, en alveg allar götur síðan þá verði ég að segja það, þú veist, ég skil Eflingarfólk að vilja fá hærri laun, þú veist, og ég hef alltaf svona dáðstaðið þegar fólk fer í þennan gír að bæta lífskjöri sín, það var svo sannarlega ekki gert þá, sko, ég held að ég man ekki hvað mánaðarlaunum voru, sko, þau hafa alltaf verið léleg. Þau hafa alltaf verið léleg. Ómenntaðar á leikskóla hefur alltaf verið það. Já, og bara almennt, sko, þú veist, á leikskóla og skólum og svona, þetta er næstu í dýrt hobby, sko, að maður fara að vinna við þetta. Þú veist, því miður. Ertu barnakall? Er ég barnakall? Já. Ég er ekki börn alveg frábær, já, sjálfsögðu, meni, já. Ég eignaðist 4 börn og með 3 hjá mér, sko, þannig að ég er bara, það er bara, það er sjálfsögðu. Já. Já, það er ekkert sjálfgefið í þessu foreldrahlutverki, veist. Að finnast börn? Já. Ég held, sko, foreldrahlutverki er náttúrulega allt öðruvísi heldur en að vera síðan að vinna okkur í leikskóla, sko, ég meina, foreldrahlutverkinu þá, það er allt öðruvísi, sko, það verður svo skilyrðislaust að bara, það nýtir maður hvers moments með börnunum sínum, sko. Já, skiljanlega. Já. En mér langar að bakka þess aftur. Já. Að í sagan á götunni segir að þú hafi verið heiðraður á sjómannadaginn. Okay. Fyrir vasklega framgang á hafi úti. Já. Þú fórst í sjós. Ég fór í sjós. Ok. Þú veist fá Göbbelsöguna, segir. Já. Hún er klassísk. Þegar Ríó bara tekur kipp, sko. Ríó, sestu og leggstu og þetta alveg kjör aftur. Þú ert svo fýtt þannig. Já. Og bara kynna, sem sagt, Ríó er skýrslan Ríó, hann er öldungur. 11,5 árs. Já. Velkomin Ríó. Ég, sko, þetta var eitt mánudags eftirmiddag 1990 í janúar. Ég held, sko, það var allt einhvern veginn grátt og myglað og ég að vinna í smíðinni og fannst það hundleiðilegt. Og Kúveitstríðið var nýbyrjað þarna og bara fólk trúði því, fólk var að rífa upp alls konar spádóma, Nostradamusar og það var allt á heljarþröm og það bara, það átti varla að sjást til sólar næstu árin, sko. Og ég hugsaði bara með mér, sko, hvar get ég fengið frið fyrir þessu? Og einhver ég man ekki hvað það var, ég hringdi sem sagt í frænku mína sem býr á sem sagt suður við Súgandafjörð og bara svona í einhver rælni aðtöku hvort að við vissi hvort það var laust á einhver dall þarna. Já. Og það var laust og skipstjóri hringdi í mig sem sagt utan á sjó. Já. Og þetta var svolítið fyndið vegna þess að hann spurði hvort ég væri vanur og ég sagði nei. Og þá ok, þá getur verið kokkur, sagði hann. Ég var alltaf, þá skal ég bara vera kokkur. Nefnum að svo fer ég vestur, sko. Og þetta var, sko, ég gisti eina nótt í verbúð. Ég var einn í verbúðinni og það voru, sko, ég held ég að vera í eina herbygginu hans voru ekki brotnir gluggar eða eitthvað, sko. Okay. Það bara slóist svona gluggahlerar alla nóttina, þú veist, í húsið og það var ljósastaur fyrir utan sem var bilaður, þannig að það var endalaust blikkandi ljósi og ég beið bara eftir einhvern veginn að sjá, sko, eitthvað svona shining-gaur komið hníf, þú veist, bara. Það var alveg.
Eini maðurinn á verbúðinni? Já, ég var einn á verbúðinni. Það voru sem sagt, þegar ég lendi á Ísafirði, þá tók ég eftir að löggan var að fylgja einhverju 2 mönnum í járnum úr sýslunni Okay. og upp í flugvél. Þá voru það einhverju gæjar sem hefur verið þarna á þessari verbúð og þeir hafa verið að slást sko og gengið frá konum og þannig að þeir voru bara þarna í lögreglufylgd á leiðin út úr sýslunni sko. Að bara keyrðir út úr bara átt og fitt og ég var sem sagt að fara á sjóinn daginn eftir sko. Báturinn kom í land daginn eftir Hvernig bátur var þetta? 200 tonna línubátur svona yfirburður Okay. og við sigldum sem sagt það var í janúar byrjun sigldum í norður út Ísafjarðardjúp og ég held hreinlega bara næstu upp á ströndu Grænlands eða eitthvað sko. Þetta var alveg skelfilega langt og ég fattaði þarna að ég sko sjóveikasti sjómaður sem Ísland hefur alið og þegar ég var búinn að gubba þetta nánast sko alla leiðina þá voru menn farin að kalla mig Goebbels og þarna var einhver gæi sem að sko stóði þeirri trú að hann hefði verið fyrstu umboðsmaður utangarðsmanna og ég held hann hefði haldið að hann væri það ennþá sko en þetta var frábær ferð sko en góð vika en alveg nóg fyrir mig sko. Varstu veikur allan tíma? Já, en ég vann allan tíma sko. Þannig að þegar ég fór heim til skipstjórans í kvöldið þarna við komum sérst í land á laugardegi og fórum aftur út á sunnudegi og þegar ég fór heim til skipstjóra á sunnudagskvöldinu þá var ég búinn að vera allan daginn bara ég fer, nei ég fer ekki, jú ég fer, þú fer Gísli, nei ég fer ekki, þú fer bara víst, nei ég fer ekki neitt ég var alveg komin hérna við sjálf á mig sko. Og þegar ég bankaði upp á honum og sagði bara ég get ekki farið bara ég get það ekki að þá var hann bara brjálaður, hann var bara reiður sko. Já, okay. Þurfti bara að redda öðru manni og svona og sem hann gerði en ég gat ekki meir sko. Ég bara ekki sjómaður. Þannig þetta var sjómannstíðin þín? Þetta var sjómannstíðin mín. Þetta var nóg fyrir mig. Já. En þetta var líka alveg þannig sko, öldurnar voru svo rosalegar að stundum var skipið bara alveg hérna á leiðinu upp sko og svo var það bara á leiðinu niður og ég get svarað bara stundum var eins og maður sæi engan sjó undir skipinu, bara niður í botn á þú veist, hafinu sko. Þannig að ég léttist þarna held ég 9 kíló þessu 7 dögum. Ég held ég að borða hálftepli og rétt kannski 3 teskeiðar af hérna jógúrti eða eitthvað. Og eldir þig. Ha? Og eldir þig. Já, það fór bara sína leið sko. Við skulum ekki dvelja lengur við sjómannstímanum sem að spannaði heila viku. Nei, en Goebbels fæddist og dó þarna. Hefur nafnið loðið við þig? Nei, hann dó þarna. Það ekkert að ræða þig. Nei, ég meina þetta er svolítið stand-up saga sko. Já. Veist, ef ég yrði svona stand-up þá myndi ég öll að fara í þessa sögu. Þetta er alveg hilarious. Eru þið skipstjórinn eitthvað í sambandi? Þetta dó allt þarna. Og ég hef ekki komið á Suðureyri við Súgandafjörð síðan. Það var mjög fallegu bær. Já. Og ég ættaður að hann sko. Já. Og síðan tekur Danmörku eftir þetta? Já, einhver tíman nokkrum árum eftir þetta, já. En hvað var planið með Danmörku? Ekkert. Sósellin? Nei. Íslendingar fóru í umvörpum? Já, á þessu tíma, þá var það. Ég man sko, nei. Ég tók verkfærakistunum mína með mér sem ég bjó til í iðnskólanum. Tók hana með mér ásamt verkfæranum mínu sko. Og svo... Það var að smíða það? Já, fór að smíða. Ég var að vinna hjá, þetta gerist mjög hratt. Ég var að vinna þarna hjá, ég var að labba niður Striki á leiðinni heim. Hafði akkurat verið að skrá mig inn í landið, sem þetta farið á fólkregistreringen. Já. Og gekk þarna fram hjá einni af Hennes og Mauritz-búunum og þá voru 5 Hennes og Mauritz-búur á Strikinu. Og þar sá ég smiði inni og sá að voru framkvæmdir
og gerði bara svona eins og við gerum hérna á Íslandi, við bara löpum inn og spurjum bara, vantar ykkur? Þú veist, það var gert þegar við vorum ungir. Ég veit ekki hvort unga fólki gera alveg þannig í dag, sko. En nú er þetta allt í gegnum netið. Allt í gegnum netið og einhver upp og svona. En maður gæti ekkert appa sér vinnu þá. Nei. Það var bara ekki til. Þarna keypti ég mér að segja, fer kannski fyrst yfir það, ég keypti mér þarna, á þessi tíma voru símbóðar. Manstu eftir því? Já. Og svona símbóð, Já. svona lítil tæki, Já. það var hringt og þá sá maður númerið sem hringdi og þá gæti maður fara í tíkallar síma og hringt tilbaka. Ég man eftir þessu átti svona græðu. Já. Mikla framfærir. Ég ætlaði að kaupa mér einmitt símbóð að núti og fór inn í eina verslunum, fónaverslunum sem er svona stóra símbúið þarna. Og gekk upp einhverjum afgreiðslumanni og spurði, ég skal få en svona símbúð. Og þá bara, wabba! Hérna. Og hann skildi mig ekki, sko, ekki fyrir en ég fór að lýsa þessu. Og hann sagði, du meina bíber? Bíber? Þannig ég fékk mér bíber. Já. En þarna, sem sagt, þegar ég er að labba þarna úr Fólkareykisringinn og aftur þar sem ég bjó, að þá gekk ég sér fram hjá einn af þessum morgunverslunum og sá að vera smiður af vinninni og fór inn og spurði á hvort það vantaði, var að leita að starfskrafti. Og það var kallað á einhvern núna og hann skildi enga ensku og ég skildi enga dönsku en einu viti, nema rétt þetta með bíberinn. Og þannig að við þurftum að hafa náði einhverju stelpu innan úr búðinni til þess að túlka á milli okkar. Og þá kom í ljós að þetta var fyrirtæki sem sá allar breytingar og viðhald fyrir Hennes & Mauritz í Danmörku. Og ég fekk bara vinnu strax daginn eftir og var bara vann hjá þeim allan tíma sem ég var í Danmörku, sko. Hvað varstu lengi þarna? Ég var í nokkrum hollum, svona periodum. Ég flakkaði við til Svíþjóðar, ég var þarna sem sagt fyrst í svona 8-9 mánuði. Fór svo til Svíþjóðar, Norður Svíþjóðar. Og hvað skilur það? Hvað var í Norður Svíþjóð? Það er ekki í Danmörku. Það spurði mig hvað planið var. Hvað var planið? Ekkert. En af hverju Norður Svíþjóð? Af hverju ekki bara... Sko, þetta gerist þannig. Þetta gerist þetta svolítið skemmtilega. Við vorum á þvælingi þarna sem auðvitað endaði í Kristjaníu, ég og félagi minni. Var vímuefnaneysla höfð hönd? Ég má það ekki. Lagmaðurinn. En alltaf við vorum í Kristjaníu og hittum þarna félag okkar sem höfum ekki hitt lengi. Og hann sagði okkur frá því að hann væri sem sagt að vinna fyrir einhvern Íslending sem bjó á Álandseyjum og vantaði einhverja menn til þess að fara með sér til Bornholm og sækja einhverja seglskútu sem hann ætlaði að fara að keppa á í Sjellandsrund sem var að byrja þarna bara nokkur tíma seinna. Og við fórum þarna yfir til hans og sóttum þessu skútu, sigldum á henni yfir til Kaupmannahafnar frá Bornholm, alveg 3 daga sigling bara á opnu hafi, hrikalega gaman. En Goebbels, hann kom aðeins við sögu þarna, rétt aðeins. En hann var ekki við vinn, hann fekk ekki starf þarna, sko. Varstu bara með bátnum? Já, við vorum bara svona, þetta gerir svona eða svolítið sjálft, sko, þegar við náttúrulega kunnum ekkert á þessu skútur, sko. Ég man ekki eins og hvort ég hef gert nokkurt einasta handtak þarna, en skiptir ekki máli, þetta var rosalega gaman. Og þarna var ég með mitt fyrsta GSM-síma minn á mér. Alveg svona stór? Já, eða svona, hann var svona eins og svona. Hann hét Motorola Flare og þeir voru opnaði svona hér. Batterið endist alveg í 20 mínútur? Það var 2 tímar, en 12 mínútur í tali. Þannig að það var 2 tímar. Og ég segi að það var og þarna náðum maður ekkert GSM-sambandi hvar sem var. Nei. En akkurat þarna var ég með kveikt á símanum og lendi akkurat inn á þessu einu á svona spottinu sem er símasamband. Og hringdi ég með þess að frændinni sem býr hérna upp í Norður Svíþjóð og spurði hvort ég áhuga að koma að vinna þar. Og ég ætlaði ekkert að gera það fyrst, sko, en svo þegar við komum aftur í Kaupmannahafnar þá kom í ljós að það var svona minna að gera hjá Hennes & Mauritz. Þannig ég sló bara til og skellti mér hérna til Norður Svíþjóð.
og flutti sko úr Kaupmannahöfn þar sem ég bjó í einhverju 12 hæða blokk með sko í svona blokka hverfi með 20.000 manns lengst út í skó í Norður Svíþjóð, bara í litlum kofa sko. Já, ok. Og fór að vinna á svona sambýli fyrir fatlaða. Og það voru þess 9 kílómetrar í vinnuna mína, engi strætó. Þannig að ég þurfti sko fyrst, þá bara gekk ég og svo fór ég að hlaupa. Þarna fór ég að hafa mikinn áhuga á svona skógar eða svona stígarhlaupum og fjallahlaupum og svoleiðis. Og svo þegar það fór að snjóa þá fór ég á gönguskíðum. Það var fram og tilbaka sko. 9 kílómetrar í hvora átt? Já. Þannig að ég gat stundum bara verið á fælingi á nóttunni sko. Maður var á kvöldvakt sem var búinn, veist, þá fór maður ekki inn í skóginn bara á nóttunni. Þarna voru bitnir og jafnvel úlfar einhver stundum. Og svona. Lentur aldrei í lífsálka? Nei, ég gerði Getin af elgi eða eitthvað? Nei, ég heyrði einu sinni í elg sko. Á fengitíma. Þeir eru hættulegir sérst á fengitíma. En annars er það til friðis. Þeir geta verið stór hættulegir fengitíma. Og hvað með þetta heimili? Af hverju endar þarna? Ekkert endar, af hverju ferðu að vinna þarna? Þetta er bara, þú veist, þegar maður ekki með neitt plan. Já, sem er gott plan. Já, sem maður getur alveg enda svona, maður getur alveg setta upp seinna meira, þetta hafi verið voða plan. En það var raunverulega ekki plan, sko. Þetta var bara, þú veist. Hvað því? Já, eða bara tækifæri sem að opnuðust á lífsleiðinni. Ég er bara... Það láti ráðast. Já, ég hef alltaf verið svolítið opinn fyrir því. Þú veist. Svíir nú ekki þekktir fyrir það, að láta hlutina ráðast. Nei. Skipuleggja sumarfríið sitt eftir 10 ár. Já, sko, bara ætla að fá einhvern vinsinn til að fara í bíó, sko, það kosti alveg 5 vikna planeringar, sko. Þú veist, það var bara eiginlega vonlaust, ég var hættur að reyna það, sko. Þannig að ég fór bara ekki í bíó. Og hvað var með þetta heimili fyrir? Þetta var svona Rudolf Steiner heimili. Þetta var svona antroposófískt, þetta er svona, það er oft, sko, hvað heitir Sólheimar hérna í Grímsnesi? Já, þeir eru svolítið í þessu Rudolf Steiner. Já, þeir voru það. Þeir voru fyrsta svona antroposófíska heimilið á Norðurlöndum. Og þetta sem ég fór að vinna á var byggt eftir þeirri fyrirmynd. Það er byggt eftir fyrirmynd Sólheimar. Fyrirmynd? Sólheimar. Já, ok. Þannig að Svíarnir sóttu hugmyndafræðina til Sólheimar? Já, Sólheimar sótti hugmyndafræðina sína til Austurríki, sko. Já. Til Rudolf Steiners. Þar voru fullt af svona heimilum. En svo... Fyrir þá sem ekki viti alveg hvað Rudolf Steiner er og út og hvað það gengur. Já, Rudolf Steiner var sko heimspekingur og mannfræðingur á síðustu öld og þróaði þessa Waldorf skólastefnu. Og þetta er oft kallað antroposófí eða bara hreinlega Rudolf Steiner heimili, sko. En þetta er rekið undir þessi Waldorf stefnu. Sem er svona hugmyndafræðilega mjög náttúruleg stefna. Og þú veist, á flestum stöðum eru svona, þú veist, ræktaðir eigi grænmeti og reyna að vera svona einhverju leyti svolítið sjálfbær, sko. Það er svolítið Love and Peace deildin. Já, það var það alveg. Það var mjög gaman að vinna þarna og skemmtilegt svona, allt öðruvísi heldur en Kaupmannahöfn. Og allt öðruvísi heldur en Reykjavík og Hallærisplanið sem þá var. Þú veist, eða, þú skilur hvað við. Reykjavík var miklu minni þá. Og miklu minni, já. Miklu minni. Og hvað? Og þú ert þarna hvað lengi? Þarna var ég í cirka ár og fór svo aftur til Kaupmannahafnar. Okay. Og fór aftur að vinna hjá Hennis og Mauritz og síðan aðeins út á Kastrup-flugvelli og svona. Það var að byrja þessar framkvæmdir við borgarlínu og þar. Metróið frá og líka það var að byrja þessar framkvæmdir við brúna yfir til Svíþjóðar. Þetta er 95, 6. Já, þú varst svona lengi þarna? Já, ég var á þessi þvælingi þarna, sko, á milli í einhver 2-3 ár. Og já. Kemur svo heim? Já. Og hvað tók við?
Heim á Klakan. Heim á Klakan. Það sem tók við eiginlega var bara, ég var eiginlega þarna orðin, sko, svo fór ég aftur til Svíþjóðar. Nú? Já, ég fór aftur til Svíþjóðar og var þá miklu nær Stokkólm, var ég bara rétt fyrir utan Stokkólm. Þarna var ég farin að svona, svona neita aðeins svo mikill af vímuefna og drykkju, sko. Jesús minn. Bara Jesú? Já, ég skal fá góðan svo bara núna. Já. Þú að Jesú ef ég bara eins og ömmutan gerði ganga. Það bara svoleiðis. Nei, menna, veist, ég fór bara þarna, ég var löngu farin af leið, sko, ef maður kallar það. Ég var löngu farin að þróa með mér eitthvað neyslukennt líf. Og kem hérna heim, eða bara þú veist, ég hringdi vin minn þarna, sem að þá var búinn að vera edrú í nokkur ár. Og það var svona minn besti vinur þá, sko, og ég enn einn af þeim. Og mér fannst hann hafa svikið mig, sko, þegar hann fór í sína meðferð. Bara skilur mig eftir einan á tjamminu. Og einhverja nóttina, sko, þegar ég var alveg svefnlaus og orðinn svona, bara skrítinn, sko. Og hringdi í hann og hann sagði bara, heyrðu Gísli, þú ert bara að koma heim og fara í meðferð, sko. Og ég var svo móðgar, ég skellti bara á hann, sko. Já, ok. En svo kom ég heim nokkru vikur seinna og fór í meðferð, já. Og hvar þá á Vogi? Ég fór hann á Vogi, já, og svo fór ég á Vík og bara sé ekki eftir því, sko. Nei. Sé ekki eftir því. Virkaði það? Já, ég átti góð 2 ár þar sem ég fann alveg, ég byggði mér upp allt annað líf, sko. En einhvers staðar á því tímabili fannst mér eins og ég væri læknaður, sko, og byrjaði aftur. Og Þú segir læknaður á þá? Læknaður af alkóhólisma. Það er það sem maður getur kallað það. Já. Sumir kallað það. Að læknast af alkóhólisma. Af sjúkdómum. Þú varst að segja þetta? Já. Af því ég bara, þú triggeraði mig. Nei, þú ert að gaslýsa mig. Já, ég er að gaslýsa þig. Nei, ég varð að fá þetta inn í umræðina, sko. Við erum svo oft ekki þetta. Þarna varst að byrja að þróa með þeir sjúkdóminn? Já, byrjaði því. Já. Í hvernig neyslu varstu? Var það áfengi? Já, langmest áfengi. Langmest áfengi. En þetta hitt líka, sko. En skoðum upprunna því. Já. Veist, það er oft spurt, ég meina, af hverju fer einhver þessa leið, ekki þessa leið. Af hverju heldur það að þú hafi valið þessa leið og fara að deyfa þig? Það var bara Ekki var þetta alltaf bara partí? Bara planið? Já. Nei, þetta var ekkert plan, sko. Það var það ekki, en auðvitað er það þannig og ég meina, við höfum náttúrulega svo oft rætt það, skilur, og hérna, Ríó, þú verður eiginlega að leggjast aftur á svo mikil öndunarhljóði. Nei, Ríó, þú verður að leggjast. Leggstu. Já, svona. Duglegur. Já. Auðvitað er það þegar ungt fólk er að byrja að drekka og þú veist, það gerir það oft í einhverju spenningi. Það finnur oft einhverju lausn á andlegri líðan sem er bara ekki góð. Og við sjáum þetta alveg, við erum búin að sjá þetta í samfélaginu. Ég veit ekki bara hversu langt við getum leitað aftur í aldir, sko. Við sjáum þetta. Og það er alltaf, ég meina, það er alltaf einhver sorg sem ég veit það í dag, sko. Ég vissi það ekki þá. Og hvað heldur það að hafi verið sem nærði? Þegar þú varst undir orðum. Nærði mig? Já. Já, við gerum ekkert nema nær okkur. Þetta er allt einhvers konar compensation fyrir eitthvað. Fyrir eitthvað. Já. Ég var bara, held ég, sko, þetta á þessum árum maður svolítið alinn upp við það. Að, þú veist, við erum sko, maður með mönnum, maður er duglegur að drekka. Þú veist, við erum duglegur að borða matinn okkar. Við strákarnir eigum að vera duglegir við eigum að vera innundir hjá stelpunum, skilur við. Og í dag sérðu bara kynslóðir, sko, sem eru sko alkóhólistar, matafíklar, alltaf kynlífsfíklar, spilafíklar, þú veist,
eyðslufíklar, þú veist, þetta er allt En þetta er afleiðing- allt birtingamyndir. þetta er allt birtingamyndir, já. En birtingamyndin, ertu að spyrja hver birtingamynd, á hverju birtingamyndi hjá mér var eða? Já, ég er sérlega, ég er að fiska eftir því. Já, Hvað var það sem varst að deyfa? ég var að deyfa áföll fyrir tíma, eða þú veist, sem byrjaði í rauninni bara þegar ég er mjög ungur, sko. Já. Og í dag horfi ég á það þannig að við vanmetum áföll, almennt samfélagi vanmetur áföll og ég las mjög flotta grein eftir geðlæknum daginn, þar sem hann sagði sko, við reynum öll, það er svo tabú að ræða þunglindi. Það er búið að gera þunglindi svo tabú. Sem mér finnst alveg fáránlegt þess að ég held að þunglindi það er grunnurinn á svo mörgum sem samfélagi er að takast á í dag. Og bak við þunglindi getur verið svo rosalega margt, eins og sorg. Og þú veist, það er eiginlega alltaf undir reiði eða ótta. Léleg sjálfsvirðing. Léleg sjálfsvirðing, það er afleiðing af einhverju af þessu. Já. Það er afleiðing af jafnvel viðbrögðum samfélagsins við einhverju sorg. Ég til dæmis sko í mín tilfelli þá eru skilnaður sem móta mig, sko. Það eru skilnaður sem sagt bæði mömmu minnar og föður míns og svona afleiðingar af því og síðan skilnaður móður minnar og stjúpföður míns sem Þið tengdust alveg. Já, við tengdust mjög og erum ennþá mjög tengdir, sko. Og ég og pabbi minn eru mjög tengdir líka í dag. En mamma er mjög ung þegar hún eignast þig. Já, þau voru 16 og 17, sko, mamma og pabbi. Ég djókast stundum með að þau bara fengum í fermingargjöf, sko. Veist? En það er auðvitað, og ef þú lítur til þess, ég meina þá er það bara áfall. Það er áfall, held ég, fyrir ungt fólk. Svona rosalega. Börn eiga börn, þó svo að þú hafi verið sjálfráð einstaklingur 16 ára í þá daga, en og þó þau eru börn og þó þau bæði búi við ágætar aðstæður. Þá samt einhvers staðar er það áfall. Og þau líka díla við sín fyrra áfall. Skilur, þannig að allt í henni kom með eitthvað barn upp í henduna sem er bara verið ábyrgð á og þú veist, þetta verður svona byrjunin á þessum Þú fer að ala með þér vanlíðan. Já, ég fer einhvers staðar að ala með mér vanlíðan og ég fer að sækja í svona ákveðna hegðun, sko. Ég fer að verða pínu á þessum árum, sko, og sótti í svona mjög töff að vera með einhverja strákur sem að slóust og mjög töff að vera í kringum töffara. Ég sótti í þá og Svona þessi sterku, þeir voru með þetta. Já, ég sá það hvernig þeir gátu lifað af, sko. Veist, þannig einhvers staðar. En sérðu hvað ef þú lítur tilbaka, hvað þetta er á einu stað primitíft? Þetta er bara úkið í okkur, þetta er bara hellisbúin í rauninni. Sko. Hvað er við annað í rauninni? Ég vil nú trúa því að við þroskust eitthvað sem tegund. Já, Aristóteles sagði það. Hann sagði að munurinn á mannskepnunni og öðrum dýrum er einmitt sá að við höfum hæfileika til að þroskast og tjá okkur. En þegar mann er ekki kennt einhvern veginn, sko, það þorp til alböð. Og þegar þorpið er ekki alveg til staðar, skólakerfið, foreldrar mín ungir, veist, og ég er svolítið alveg upp á þvælingi með móður minni einstæðri, sko. Og átti alltaf athvarf og skjól hjá af og í Laugarnesinu. En sko, þú veist, þorpið í heild funkeraði kannski ekki alveg. Líka því að ég held að börn læra mjög snemma að loka niður tilfinningar. Ég held alveg að börn geti tjáð sig miklu meira heldur en við gerum okkur grein fyrir. Miklu meira. Og ég held að börn læra það í ákveðnum aðstæðum að loka niður, bæla niður tilfinningar til þess að þurfi ekki að vera ávarpaðir við fullorðna fólki sem að ásérni geta tekið við þeim og hjálpa manni í gegnum. Svo kannski kann það bara engan veginn.
Svo kann það, nei, og við börn gerum það vegna þess að þau kunna það ekki, sko. Þú veist. Þannig að það verður bara einhverstað svona dýnamík. Já, og svo það líka, það sem sko, fræðingatalum það að það ekki svo mikið hvað við segjum börnin okkar, heldur hvað við gerum í kringum. Já. Börnin eru klár, þau eru fljóta að kveikja. Algjörlega, ég nefnilega svo hrifinn af hugmyndafræðinni sem kemur fram í Batman-myndunum. Pabbi Batman sagði, þú veist, it's not who you are that defines you, it's what you do. Og Carl Jung sagði þetta líka, sko. Og það var bara flestir svona filosóferar og sálfræðingar og þú veist, sem eru þarna. Það búið að tala um þetta í 200 ár. Miklu meira. Já, og veistu, alveg frá tíma Platós. Já. Veist, en samt virðist þetta ekki fara inn í mainstream orðræðu og hugs. Nei. Hvað erum við svona hrætt við þegar kemur að tilfinningu? Ég held að sorgin þín, ef við tala bara út frá samfélaginu, sorgin þín tabú fyrir mig. Sorgin mín tabú fyrir þig. Vegna þess að við erum ekki sem samfélag tilbúin til að segja, til að takast á við sorg einhvers annars. Sorg getur verið svo lamandi og þrúandi ástand á meðan það rosalega heilandi og það sem mikil úrvinnsla fyrir hinn sorgmæta, að þá samfélagið þolir það ekki. Samfélagið á erfitt með það. Það ekki að því sorgin til staðar í samfélaginu? Ef ég fullur á sorg og þú birtir sorg, þá ruggar það sorgapakkanum mínum, þannig að mér finnst það óþægilegt. Það getur gert það. Það getur gert það. Vegna þess að almennt erum við bara einhvern veginn á þeim staði í lífinu að við erum bara pæli hvað hafið matinn í kvöld og hvort við höfum komið í Kringlunni eða farin á Laugaveg, þú veist það, einhverjar búðir eða fara í Vesturbæjarlaugina eða Laugardalslaugina eða þetta er svona pælingarna bara eftir vindu, sko, þú veist, og þannig að, sko, svo ef það kemur allt inn einhver tíðin og segir, heyrðu, má ég hérna aðeins leggja sorgina mína á borðið fyrir því, bara, má ég létta á mér hérna, með þér. Þá er normal viðbrögð því að ég ætla að fara að leysa það fyrir því. Já, það er oft þannig, já. Þá kem ég með alla lausnina. Já. Og ef þú verður að skilja til dæmis, það er nú að fiskum í sjónum og svona snætt að tala um þetta, þetta er óþægilegt. Já. Það er svolítið skilaboðin og ég held bara svona að kynslóðir dagsins í dag séu miklu betur í stakk búin að takast á við þetta, heldur þegar við vorum krakkar, að við höfum þroskast sem samfélag í orðræðinni. Klárlega. Myndirðu baka það? Ég baka það upp og ég bakaði upp að það hefur gert sko bæði með því að foreldrar í dag eru meðvitaðri heldur foreldrar þá. Hvort sem að það sé getuleysið að vanhæfni einhverja foreldrar fyrir tíma, ég veit það ekki, það var alltaf samfélagi var þannig þá. Skólakerfi líka farið að spila þetta rugl og það komin alls konar batteri og við erum með alls konar bara, við erum með fleiri tólsporasamtök til þess að takast á við hitt og þetta. Þannig að fólk fær þetta guidance að sækja næringu í að leysa sín eigin vandamál eða vinna úr sinni eigin sorg. Að ég vil heldur ekki tala um sorg sem vandamál. Sorg er ekki vandamál. Nei, sorg það er sennilega ekki þess heilandi eins og sorg. Eins og þegar þú gengur í gegnum sorgina og leyfir þér að fara í gegnum hana og leyfir öllum tilfinningum að koma og flæða, þá getur það ekki verið annað en heilandi. Nema þú stoppir ferlið og þá getur það farið í reiði, það getur farið í ótta. Og það er það sem við sjáum í þessu krökkum á gráasvæðinu. Það er mín reynsla, eftir að starfa í þessi 10 ára, að harðasti naglinn á götunni var mixta hjartað í hópnum. Ég held að það sé oft þannig, já. Já. Ég held að það sé mjög oft þannig. Þetta er aðferðafræði, þegar sorgin verður vist mikil, þá breytum við inn í reiði, sorg og reiði fyrir alltaf saman, sko. Og þá sem sagt heldum að samfélaginu og kennurum og foreldrum og öllum frá sig með reiði. Já, já. Af því að ég tendir inn í mér, þannig að ég ekki koma á nála sorginni minni. Þegar ég vissum það einhver eru góðu við mig, þá fær ég bara að gráta og ég myndi ekki vilja sjá, nei, enginn má sjá mig gráta. Akkurát. Það er ekki karlmannlegt, sko. Nei, það er það ekki, sko. Þess vegna mann ég alltaf þegar
svo ég nefni það nú aftur, geta pappar ekki grátið. Nákvæmlega. Veist, ég söng þetta lag fyrir börnin mín sko á hverju kvöldu þegar ég fór að sofa. Veist, og fyrir strákinn minn sko, þegar hann var lítill og síðan fyrir stelpunum mína báðar. Það er svo mikið í þessu texta. Þess að hann er samin á þessu tíma þegar strákar eða ekkert voru að gráta. Nei. Veist, það var bara pissudúkur sem grenjuðu sko. Já, og það var ekkert skilt við feðraveldi frekar en mæðraveldi. Þetta var bara svona almennt hætti þessu vælidrengur og hisað upp undir. Svolítið. Það var svolítið boðskapurinn í samfélaginu og við erum náttúrulega vertíðarfólk og bændur í grunninn. Og svo sko, ég held að félagslega erfðir séu miklu sterkar en við gerum okkur grein fyrir. Það held ég líka. Að það krump sem ég er að díla við sem ungum maður byrjaði kannski á Vestfjörðum 1632 í einhverjum forfaðir sem barði konuna sína og svo óluðu börn í því og svo gekk þetta mann frá manni. Ég sá þetta mjög mikið í meðferðarstarfi. Þegar á að finna sökudólgin sem verður svo gjörn að leita sökudólgin fyrir sigur. Veist hvað á ég að benda langt aftur í Íslandssöguna til að finna sökudólgin? Já, þú getur farið sko alveg aftur á landnámi og svo getur þú farið bara í sko landnám Skandinavíu. Já, bara neða til Noregs og til Þú farið bara í Neanderdalsmann. Þú getur leitað eins og vilt. En aðalmálið er að fyrir mig var það var að læra það að taka ábyrgð á mér sjálfur. Láta ekki eitthvað niðurbrot fyrir ára móta framtíðina mína. Og að vera ekki niðurbrotið. Að vera ekki niðurbrotið. Já. Og sko það var, ég lögmaður í dag og það var alltaf planið. En svo bara komu fullt af beyjum sem urðu til þess að það seinkaði verulega. Ég var 34 ára þegar ég fór í laganum. En ég tók þessi ákvörðun þegar ég var 10 ára. Og þá var ég fyrir rosalegu áfalli. Og ég var valdbeittur af fullorðnum mönnum og haldið föngnum í marga klukkutíma. Inn í læstri kompu og þetta gerist svona einhvern tímann á laugardagsmorgni og mér er eiginlega bara rænt sko. Má ég spyrja, hvað kom til að þetta gerðist? Var sko vitleysu stað á vitleysu tíma? Já, ég var rangur maður á röngu stað í vitleysu húsi sko. Það er eiginlega bara svolítið svoleiðis. Hvað var til þess? Ég bara, þú veist, ég var 10 ára sko. Þannig að ég veit ekki eins og hvað ég gæti sagt að voru til þess. Þetta er saga í kringum þetta, en ég veit ekki hvort ég vilji fara eitthvað djúpt í hana. Bara einfaldlega því að það eru alltaf persónuleikendur sem þú veist, sem bara, og ég er svolítið búinn að lenda þessu sko. Þetta er eiginlega áfallið sem mótar mig einna mest. Mér er haldið þarna bara í marga klukkutíma. Og svo kvöldi gerist það að pabbi besta vina mín sem er lögmaður, eða var lögmaður, hann látinn. Hann sem sagt kemst að þessu og kemur þarna við annan mann og bjargar mér. Bara kemur og leysir mig úr þessum aðstæðum. Og þá er ég búinn að vera þarna bara haldið inn í svona kompu í marga klukkutíma og búinn að pissa á mig allan daginn og þetta var rosalega, þetta var bara Þetta er tráma. Ég kem þarna út úr þessu og þegar hann kemur þarna inn og næstu því bara svona, sko hann reif upp hurðina á þessari kompu sem ég var inn í og kom beint inn og tók mig í fangið. Og svo hellti hann sér yfir þessa menn sem höfðu gert þetta. Og þannig ákvað ég það að ég ætlaði að verða svo hann. Þannig tók ég ákvörðun það að ég ætlaði að vera lögmaður. Já, ok. Og seinna mér gerði ég það. Ég varð lögmaður, þannig að ég leit mikið til þessa tíma, þessa reynslu. Og ég lét þessa reynslu, hún fældist fyrir mér mörg ár. Í reiði og ótta og ég var lengi hræddur að vera einn, sem sagt,
og ég var mjög reiður, ég var farin að berja þarna frá mér bara á móti kennurum og slást við kennara, fullorðið fólk, sko, fullorðna menn og ég hikaði eiginlega ekkert, sko. Og ég var mjög stór og sterkur eftir aldri og einhvers staðar gerist það að ég fer úr svona þessu töffara umhverfi í Laugarnesinu sem að verið samt mjög hjartfólkið. Fer ég verið í æfingadeildina, það var svona mýkri andi. Og þar ákveð ég, það var kennari þar sem að settist niður með mér og ræddi með þessu reiðina. Og ég auðvitað, mér fannst hann bara vera intrúderinn í mitt líf, sko. Að ræða þetta við mig, þú veist, en þarna fór ég, sem sagt, að æfa júdó. Æfði júdó í 7 ár. Og fann þessari reiði farveg. Ég fann henni farveg við að fá útrás á æfingum, en leið að taka inn svona þetta jákvæða sem fylgir svona íþróttum eins og júdó og það veist ég get ímyndið með flestu svona austurlenskum íþróttum sem fylgir svona hálfgerð íhugun og svolítið jóga og eitthvað svoleiðis á þess að ég hef verið eitthvað duglegur í því. Það er miklu skemmtilegra að slást í júdó, sko. Og fór svo að vinna í dyravörslu og svona, þannig ég fann reiðinni minni ákveðin farveg. Og ég var ekkert mikið að slást út á götu, en ef það gerðist þá gæti ég gert það, þá var ég alveg fýr, svo oft þegar ég gerði það. Þannig að reiðin var farin að birtast. Reiði var löngu farin að birtast og hún birtist í, ég gat byrt hana líka í ákveðnum yfirbörðum, sko, bara svona orðræðu og svoleiðis, sko. En svo þegar ég byrjaði í laganáminu, þá finn ég alveg hvernig þessi mótandi reynsla, hvernig ég svona næ einhvern veginn að loka henni með því að fara í laganámið. Það er greinilega bak við þessa lögfræðipælingu er réttlætiskennd. Mikil. Greinilega. Já. Því að hann verður fyrirmynd maður sem bjargaði þér úr aðstæðum sem móta lífið. Ég meina, nú ertu 50 plus. Já. Lítið út þannig samt. Nei. Lítið eru miklu yngri. Já, við erum sammála um það. Já, 20 eitthvað, tónum þetta niður. 32 kannski. Já. En sérðu, bara eitt svona atvik getum mótað, setjum í samhengi við sifjaspell, setjum í samhengi við heimilisofbeldi, skilur. Ég skildi þarna, seinna þegar ég fór síðan að fást við verjendastörf og svona í lögmennskunni. Og maður er að lesa sig í gegnum alls konar lýsingar, til dæmis líka í kringum MeToo-umræðuna. Þegar fólk er að lýsa þessu lamandi ótta, þar sem það er í einhverjum aðstæðum og það upplifir ótta sem það getur ekki varið sig. Það er yfirbúið. Ég upplifir þetta moment frá mig. Enda vannmáttu 10 ára krakki, skilur. Á móti mörgum fullorðnum mönnum. Já, sem að, við getum öll giskað og þú áttir ekki séns í það. Hvernig sem að þau er staðið. Ekki séns. En það mótaði lífið alla tíð. Það mótaði lífið mitt, bæði til hins verra og síðan til hins betra. Já. En hvað tekur svo við? Þú kemur frá Svíþjóð, kemur heim, fyrir eitthvað að hösla þar mann í tryggingasölu. Tók verðbréfamiðlun og fór eitthvað að vinna í tryggingasölu og svo leiðis. Já, það kannski má alveg segja það hér að við erum náttúrulega búin að þekkjast í 30 ár, en ert þú fyrsti þáttur sem eins og við erum búin að nefna. Já. Þannig ég upplifði mig öruggan með þér að vera fyrsti viðmælandi, sem þetta er besti vinur minn. Þannig ég þekki söguna mjög vel og ég veit hvað búin að hafa fyrir þessu. Ég fylgdist með þér öll þessi ár. Svo kemur Hanna til sögunar. Þú ræður alveg hvort þú fer þar inn eða ekki. En hún er móðir barnanna þinna. Já. Það gjörbreyttist allt með Hönnu, sko. Bara allt lífið. Ég veit að gerði það. Já. Því ég fekk símtal frá þér. Þú varst á deiti með Hönnu. Ég var á leiðinni austur í Gunnarsholt þegar eitthvað fjandann. Já. Og þú hringir úr bílnum
á deiti með einhverju konu sem heitir Hanna og þau voru bæði með mér í símanum og við áttum þetta spjall og ég vissi það var hún var manneskjan, sko. Já, það var eitthvað sem bara small, sko. Hún var með fyndnari konu því ég kynnst. Hún var meinfyndin. Ég vil ekki segja það, en margir segja það að konur sé yfir höfuð ekkert rosalega fyndnar, en það finnist ein og ein. Já. Og Hanna var ein af þeim. Klárlega. Já, hún var það. Mögg fyndin. Hún var líka eldklár og hún var líka mjög hjartahlý og mjúk. Og greinilega kom inn á þeim tíma að þú gast tekið því þá. Já. Ég var tilbúin fyrir það þá. Og það Hanna sem eiginlega kemur mér í lögfræðin. Hún var ólétt af fyrsta barninu okkar og segir eitthvað sem svo var með meðgöngu á hástigi og það var bara svona helgi og við vorum eiginlega bara á leiðinni á spítala eins og hún var lögð inn bara síðasta mánuðin áður en strákurinn átti að fæddist. Hún horfði á mig og sagði, Gísli, ég búin að skoða þetta, þú ert að fara í lögfræði. Og á þessi tíma var ég búinn með 16 einingar upp í stúdentspróf. Og ég horfði bara á hann og sagði, já, auðvitað, við skulum bara drífa okkur læknar að bíða okkur. Og bara, nei, þú ert að fara í lögfræði. Og ég man í hugsaði, ok, það er svona sem meðgönguveiturinn er. Og fyllist rankomundum. Já. En hún var búin að skoða þetta og búin að finna leiðina fyrir mig til að fara í lögfræði. Og sú leið gekk eftir. Ég tók þess að 2 ár í það að safna einingum upp í 1 ár í að safna einingum upp í stúdentspróf. Ég bætti við mig sko í fjarnámi einhverjum 40-50 einingum. Þannig á því komst ég svo inn á undan þá inn í kennaraskólanum. Og tók fyrsta árið þar í fjarnámi og svissaði svo og fór í lögfræði. Góður. Og sko ég held að bara Hanna hafi haft trú á þessu tíma að ég gæti þetta. Nei, Þú og ég. og þú. Því í símanum mínum varstu alltaf, frá því við kynntumst, varstu alltaf Gilli Löf, Gilli lögfræðingur. Ég maður. Og þá varstu múrari. Já. Svo daginn sem þú útskrifaði sem lögmaður, þá breytti ég símanum aftur því þú Gilli múrari þegar þú ringir í mig. Já. Ég hafði trú á þér, endalausa. Já, ég veit það. Ég og var mjög impressed yfir bara ferðalagi í kringum þetta nám. Já. Stórvirki. Það var það. Við vorum með 1 barn og byggjum heimili og, og bæði í fullri, hún í fullri vinnu og ég í vinnu við að selja tryggingar og svona. Og bara, þetta var hörkuvinnu. Hörkuvinnu. Þannig að við fórum bratt í þetta. Hún fór líka í nám, hún tók kennaraskóla. Og við fórum nokkuð bratt í þetta, sko. Já. Og eignuðum bara 2 börn og með vorum í náminu og svo. Það gengið á ýmsu á heimilinu. Já. Það er í fjör. Já, heldur betur maður. En þú veist, ég meina, við gerðum þetta ásamt því að sinna foreldrahlutverkinu, en við áttum líka góða að, við áttum bæði, sko, við áttum fjölskyldum hennar sem var rosalega sterk í kringum okkur að geta tekið krakkarna til prófatímum og svona. Og svo mömmu mína líka sem var alltaf til staðar. Og já, við gerðum þetta. Þið gerðu þetta? Já. En ég hef sennilega ekki orðið lögmaður án hennar. Ég get bara sagt það. Þannig ég á henni mikið af þetta, sko. Svo skella á vondu tíðindin. Já. Viltu fara með? Það alveg átak, sko. Það alveg átak. Þú veist, en já, það bara að skella á. Að skella á bara. Hanna verður ófrísk, tvíburum. Já. Og ég blóðtappa á bara
á 34. 3. eða 4. viku. Akkurat bara þar á skiptunum milli. Og dó. Í samryggist með dönsku vinum. Og tvíburarnir fæðast. Fæddist lifandi, það var á stelpur. Og við vorum mjög veikar bara, báðar. Það var langur tími sem var súrefnisskortur og það var alveg 40-50 mínútur sem að leið frá því að Hanna fékk blóðtappann og þær voru teknar með keisara. Og annar tvíburinn sem sagt lést viku síðar. Var það samryggist með dönsku vinur enn og aftur. Takk fyrir það. Og þetta hafa verið þungbær skref stiga það. Já. Það var allt hérna komin í stöðu og þessum var einn og gangi gegnum þetta með 3 börn að ala upp og finna út úr lífun og allir saman. Já, þetta var súrrealist. Þetta var bara... Og hérna situr við, við meiri djöfusins sem öllin og við situr hérna uppréttur. Þetta er ekkert, margir hefði nú ekki lifað þetta af. Ég ætla að leyfa mér að segja það. Ég held að flestir hefðu lifað þetta. Ég ætla bara að segja það. Ég veit hvað þú meina. En jú, við erum öll, sko, það... Á þessu tíma, þetta bara þegar þetta gerist, þá bara... Ég er bara í áfalli þarna í margar vikur, sko. Með það. Hún deyr bara nánast í fanginu mér. Og ég bara vissi ekki að einhver getur dáið á 5 sekúndum. Og þó að sko, lífgunartilraunir hafi staðið yfir nokkra klukkutíma, hún er lýst látin einhverju 3 tímum síðar. Það kom hún aldrei tilbaka. Og fyrir mér bara dóum þarna á stofugólfinu heima, í fanginu. Og þú veist, þegar þetta gerðist, þá hugsaði ég, þetta er í ágúst, þetta er að kvöldi 13. ágúst 2011. Og hún er lýst látin sem sagt snemma á nóttina 14. ágúst. Og ég hugsaði bara þegar þetta gerist og ég greip hana svona á hann og skall í gólfið. Þá ég hugsaði bara þetta er snjóflóðið mitt. Og ég upplifði þetta bara, þetta var sennilega heitasti dagur sumarsins þarna. Alveg heiðskírt og sól og það var ennþá kvöldsól. Við vorum bara að fara að sofa og þetta gerist. Og ég hugsaði bara, þetta er snjóflóðið mitt. Og mér fannst bara allt í einu vera nístingskuldi alls staðar og allt svart. Og við tekur svo þessi vika þar sem dóttir mín er lést, sko. Og svo taka við margar vikur þar sem að hin dóttir mín er bara við sko, þú veist, við lífsins mörk, sko. Bara, það þurfti ofta að hnoða hann í gang á þessu tíma á. Hún var endalaust að deyja, sko. Þannig að það er ekki hægt að stilla sig inn á þetta. Þetta er bara eitthvað, að heyra þetta svakalegt dæmi. Já, og það er það. Ég get bara vel ímyndað mér það. Ég hef auðvitað heyrt svona sögur eftir. Ég kynnst mörgum sem er í félagi sem heitir Ljónshjarta. Sem er fyrir fólk sem hefur mist maka og börn sem hafa mist foreldri. Og þetta er auðvitað, þetta er bara súrrealískt. Að, þú fær allt í einhver pappír í hendurnar, og það er dánavottorð, þú þarft að gera eitthvað við það. Þú þarft að tala við prest, þú þarft að panta jarðarför, þú þarft að ákveða kirkju, þú þarft að ákveða lög, þú þarft að ákveða
klæðin sem að maki henni jarðaði í. Þetta er alveg grillað, sko. Og það er þetta sem að bara almennt fólk hugsar ekki út í, sko. Hvar ertu að láta jarða þig, skilur? Það pælir enginn í því. Menna, í þessum, eins og vorum að tala um áðan, að það sem flestir pæli er bara hvað það þarf að borða í kvöld og hvort þú ætlir í Laugardalslaugina eða Vesturbæjarlaugina, þá fari ekki allt í svona, já, og svo ætli ég að láta jarða mig bara einhvern tímann í bara, veist það, þessu kirkjugarði eða hinum eða eitthvað svona. Þú pælir ekki í því. Veist. Kannski sem betur fer, sko. Já, sem betur fer. Ég held að ef fólk gæti tengt við þetta, þá það hlyti að vera bara hálf skrítið, sko. Það hlyti að vera hálf grillað, að geta tengt við þessa pælingu og að standa allt í niður. Allt í henni að vera staddur í einhverju kirkjugarði og ákveða leiði, skilur. Þeir koma hérna. Það er bara, það er grillað, sko. En þetta, þú veist, þetta er bara, en það er þarna sem eitthvað gerist. Það er eitthvað þarna sem gerist sem að, og ég man bara að hafa rödd í mér, einhver innri rödd, sem ég oft heitt áður, sko. Svona ísköld. Það sagði bara, veist, stattu. Þú er oft staðu og þú gera það einu sinni. Veist. Og bara, þú veist, það er ekkert annað að gera. Það er raunverulega ekkert annað að gera. Það er raunverulegt annað að gera. Það er bara, og það er ekki af einhverju hörku eða að því maður sé, ég veit ekki hvað, veist. Þetta er mannlegt, það er mannlegt að standa upp. Þú veist, talandi um Tyson áðan og sko, Muhammad Ali sagði, sko, inside the ring or outside, there ain't nothing wrong with going down. It's staying down that's wrong. Nákvæmlega. Það er þar sem að, þú veist, talandi um áföllin, þú veist, fyrri tíma og hvernig fólk fyrir út í einan heim með brotna sjálfsmynd og lága sjálfsvirðingu og svo framvegis og framvegis. Þetta gerist þegar maður liggur niðri, sko. En leiðum maður stendur upp, þá fær maður þennan kraft og þá fær maður að sjálfa sig með tíð og tíma. Já, bara öðruvísi. Maður fyrir að sjá sig, þetta ok, ég gat þetta. Ég gerði þetta. Veist, og það þarf ekki að vera svona rosalega stórt, sko. Það má vera, þú veist, ég upplifði þetta pínlítið þegar ég lauk laganáminu. I did it. Og ég tók sem sagt lögmannsréttindin þarna haustið eftir hana dó. Vá. Á hvað orku varst að keyra? Ég bara þessari orku sem að ég held allir eigi til. Ég held að eigin allir til. Ég held ekki. Þú ert naglgísli, það er bara þannig. Ég veit það ekki. Takk fyrir. Mér finnst það. Já, takk. Mér finnst það. En þú ert mjög nagli og það er eitthvað kostum minn. Já, takk fyrir það. En svo er dóttirin, hann var mjög veik, lengi vel. Og það voru alls konar spádómar hennar framtíð sem voru ekki til að bæta það. Nei, já, ekki til að bæta það. Það voru liðnar held ég 3 vikur frá því þetta gerist og þegar fyrsti læknirinn gat sagt með einhverju vissu að hún myndi lifa þetta. Ok. Og hann sagði, hún verður fötluð. Hún verður multifötluð. Hún mun vera með, veist, hvað heitir það, skerta tjáningu og greindar skerðingu og hreyfihömlun og alls konar. Og akkurat þá hugsaði ég bara, það er lúxusvandamál. Mér fannst það einhvern veginn bara alls ekkert til að, þú veist, kvíða. Þess að í mínum að skipti bara mestu málum til lifið af, þú veist. En svo varð hún ekkert af þessu. Hún var bara, hún var bara alveg heil. Bara flott.
Flott stelpa. Alveg frábær, sko, bara, þú veist, bara sterk, lífsglöð stelpa sem að nýtur lífsins og er bara, þú veist, þú veist, býr með pappa sínum og tveimur systkinum sínum og hundinu sínum og, þú veist, og er bara hamingjusöm, sko. En auðvitað er hennar stóra sár, það er þetta, þú veist, að missa mömmu sína strax og systur sína sem að, þú veist, og ég hugsaði oft hvernig lífið væri að það væri báðar systurnar, þú veist, en þetta er bara, þú veist, maður fær bara ákveðið spil og maður spilar úr þeim og á einu tímapunkti þá ræður maður sjálfur hvernig maður gerir það, þú veist. Það er svolítið þannig. Já, það er svolítið þannig. Ég ákvað mjög snemma, ég ákvað mjög snemma í mínu lífi, ég ætla ekki að vera fórnarlamb. Það gerist þarna þegar ég er 10 ára. Það ákvaði að ég ætla ekki að vera fórnarlamb. Og ég beini reiðinu minni í það að fá útrás á heiminn, þangað til ég fer í júdó, þangað til ég fer síðan svona áfram það. En ég er alltaf að beina reiðinu minni eitthvað. Ég er alltaf að díla við reiðina mína. En ég dílaði aldrei við sorgina. Þess að sagði mér enginn að það sem héti og væri að undir væri sorg. Það er ekki fyrir kynist þér. Þú veist, og við förum að ræða það, sko. En þá, og síðan þá hef ég horft inn á við alltaf meira og meira á sorgina. Þú veist, hvaðan hún kemur og hvar þessi sár eru sem að, þú veist, stundum er rekist utan í og skrapa staðinn, þannig að maður finnur okkur til. Já, veist, óskilgreind sorg og reiði enda bara í krabbameini og heilablóðfalli og öllu fjandanum. Algjörlega. Það er bara margsýnt sig. Já. Og ég get ekki vitnað neinar sérstakar rannsóknir með það. Það er það bara svolítið þannig. Já. Og svo þetta líka eins og þú sagði réttilega, og mér lærðist fyrir 31 árum þegar ég heyrði það að ég var í fangi ævisögum minnar, sko. Já, akkurat, sko. Og þá alveg urlaðist ég, sko. Já. Ég var svo fastur í sársaukanum og fortíðinni minn, sko. Já, fangi ævisögum, það er mjög gott. Það er mjög gott. Jóhannes Kötlum samdi ljóð sem heitir Stjörnufógur. Já. Það er þegar Færeyingar eru að selja alla hestana sína til Bretlands í Kólanum. Og það er ein lína sem segir: sá ei gerir sjálfra fangi sem var til á útigangi. Þú veist, þetta eru svolítið eins og þessi brottustrákar eða brottukrakkandi, við erum svolítið verðum til á útigangi. Og við viljum ekki verða fangar. Og við förum einhvers staðar að þróa með okkur reiði til þess að geta bara lamið okkur út úr því að vera fangar. Algjörlega. Og svo gerist það að, sko, við pörum okkur út frá tilfinningalega staðnum, hver við erum, með sjálfum okkur. Brotin sjálfsmynd er yfirleitt par með brotinni sjálfsmynd. Það eignast við börn sem erfa brotni sjálfsmyndina. Það getur verið þannig. Það getur verið þannig, veist, og er náttúrulega ekkert sjálfgefið í þessu, en það getur verið þannig. En svona, að því að við farum að líða seinnipartinn hjá okkur, hvernig er svona líða dagarnir þínir þessa dagana? Þeir líða bara nokkuð vel, sko. Þú ert starfandi lögmaður. Já. Í þína stofu. Já. Nú að gera. Já, bara fínt, sko. Já. Bara, já, þú veist, reyna að sinna svona. Og þvotta hrúðurnar á sínu stað. Þvotta hrúðurnar á heimilum? Já. Já. Það er bara eins og öðrum heimilum, skilur. Nákvæmlega, ég er bara fyrir þetta. Engin munur á því, skilur við, en ég meina heimilistörfin og ég meina einhvers veginn, ég djóka nú oft með það, Hanna gerði úr mér, sko, fyrirmyndar húsmóður. Já. Og ég meina, veist, ég sinni krökkunum og þau upp og það er bara fínt, sko, það, veist, gengur vel, frábæri krakkar sem og flottir krakkar. Já, takk fyrir það. Flottur gaur, Gísli. Já, takk fyrir það. Og svo bara
Já, hvað á maður að segja meira? Svo heldur lífið bara áfram. Svo er þetta lífið áfram. Morgunin er dagur og allt það, sko. Já. En mér langar til svona lokum að skála fyrir þér í Jesú laga. Við erum Jesú í hjartanum Já, og fyrir hönnun okkar, já, takk fyrir það. Ég vil líka, dóttiðinni. bara á fyrir lífinu öllu, það er bara, Ég bara óska ykkur allra gleði og hamingju. Og Gísli, takk fyrir að koma til okkar hérna í kalda pottinn. Og ég myndi kannski kalla þetta núna svolítið heita pottinn, en þetta er kaldi pottinn, það er bara meira kúl en heita pottinn. já, hefur þóttið leið. Bara naglar sem fer í kalda pottinn, Akkurat. eins og kona mín og þú. Ég fer ekki í kalda pottinn, nema hér. Og bara takk fyrir að koma, Gísli, Já, takk fyrir mig. og búið að vera gott að sitja hérna með þér. Já. Og þeir sem heima sittið, fylgist með næsta þætti, viku síðar. Takk fyrir okkur.